Þegar þú labbar inn í partí, segir fólk uppátt Jú bara Lil Curly að mæta eins og ekkert sé Þvílíkur djöfulsins fucking limur Þetta ekkert eðla næs maður Þetta er fallegt Góðan daginn, við erum velkomin í glænýjan þátt Við erum komið með 2 rándýra gestin í dag Og Guðjón Smára Nei, sko, Guðjón er my co-host í dag Já. Af því að hvar er hinn co-hostin okkar Lil Basti Hvar er hann? Prófi Hann er í prófi í skólanum Hvað, þú veist, fældi ég að forgangsraða Þetta er skrítið sko, en það er ekki alltaf áhrifaldar eins og við Nei, ég er að segja, pældi ég að vera bóðið bara eitthvað, herðu, þetta er hérna Háski, Lil Curly og Ólafur Jón, við erum að fara að chilla saman upp í stú herðu, ég er að fara að taka próf, já, góður Þetta er frekar skrítið Þessi er ekki að fara að vera neitt í lífinu Lofaði því Curly Boy, Háski, við erum velkomnir Takk fyrir allt, takk fyrir allt. Hvernig, bara byrjum á því, hvernig eru í dag? Brattur, nettur Mjög góður Swagged out Elskaður Menn eru swagged out Elskaður Þessi þáttur eru bóðið Happy Hydrate Yeah, gang Curly kom með pakkaðanda allum Takk að kella fyrir það MP Hvernig eru þið? Feskir maður Feskir og Djöfull eru góðir. menn feskir Hegi Ertu að grínast eða? Búið mikið stuð hjá okkur í dag sko Þeir eru búin að vera hérna setjandi að spjalla núna heil lengi, ekki? Já, við Jú, svo byrjum vorum að við taka gera- klukkan 1 Vorum að back gera, to back. við byrjuðum náttúrulega eldsnemma í morgun sko Já, við tókum upp vídeo klukkan 10 í morgun Já, djöfull vaknaði maður Já Mér er finnst bara ekkert að grínast, sko. mér finnst bara magnað að hann vaknaði fyrir það sko Já, Já, ekki eðvöld sko Ég ætla að setja ég Langur sko dagur á spjalli maður Já, langur Heldur dagur á betur. spjalli Ég vaknaði ætla að fara í sturtu og vera sexy og svona en það gerist ekki Þú þarft ekkert Nei, þú veist, móttu, sko Ég er það ekki, er þið ekki að fíla mottuna eða? Ég er að fíla Mér hana finnst geðveikt, sko. Ég fíla líka lokkin í eyranu Er það alltaf búin að Eyranu? vera? Nefnu Ég var alltaf með ring sko Svo fór ég í go-kart í London og þá þurfti maður að vera með svo lambúsettu Þetta er náttúrulega, maður þarf að vera glæpamaður til að vera þarna sko Svo var ég að taka hana af mér, þá skauðst hún úr og ég fann hann aldrei aftur Svo daginn var ég að fá mér húðflúr Ok þá var ég bara eitthvað, herðu, finnst ég hérna og bara var ég að bíða eftir að komast og gaur laus að gefa mér gat í nefið Þú ert að stinga aftur í gatið og svona Já, Nice það var alveg Nice. hardcore sko Þú veist þannig að ég var eins og með gatir yfir Herðu, og hvað er það Það núna? má ekki gleyma Var því það 17 tíminn eða? Nei, það er post 17 tíminn sko Svo þið kannski, þið eru svo ungi sko, þið veit ekki Ég? Darri var Já Hvað er þið gamlir? Darri var Ég er eldri en þú, sko. 25 Ég er 26 Fuck Ég er bara 21 sko Þú ert young cat sko Ég er youngblood sko En áður komum við inn á þessu sögu með gæti eyrun þá var Darri 17 kóngurinn Ég var að tala Ekki við grínast það? Ég var að tala við eldri konu og tala Ertu að tala um 2017 árið? Eða Nei. þegar hann var 17 ára? búðinn 17 Já, Galleri 17 Galleri 17, já Ég var sérst að tala við eldri konu og var að segja ég er ekki að laga með Darra Hver er Darri? Og svo sýndi ég mynd og þá 17 kóngurinn maður 17 kóngurinn sko Það var bara hengi í Svo Já, veit ég bara Já. sko ég er alltaf að vera eitthvað svona fashion gaur sko að ég er alltaf, maður er Þú alltaf er svolítið swagged out Já, Swagged maður out. er Swagged Swagged out. the fuck out sko Já, þú veist maður var alltaf í svona einhverju fatastúsi og þetta festist, stikkaði Það er svo, já Gott, þið þekkja hann bara sem Horska Season Já, Áski sísón sko Já, maður, gaur, ég er búin að ég sem að prófa að vera allar típur Ég er búin að vera fótboltagaur Ég er búin að vera fatabúðagaur 17 Ég er kongurinn búin að vera svona dópistagaur Ég er búin að vera semi svona emo rockari Já, já Ég er búin að vera með sítt hárgaur með gaur. manbörnin Nei, Jú. Hvað var það, 2016 eða? Já Þá varstu sko í þröngum gallabuxum og svo síðum ból já, Addaspessu Ég það var tímabil. ekki dópist, ég var bara með lúki Já, já, Dópista lúkið, sko. Junkie lúkið Við stiðum ekki dóp hérna inni Nei Já, með hérna massíft slickback hárið, undercuttið, þú veist Yes, var undercutti allan leið Jeez, maður, djúvel er maður búin að vera erfað típur Ég er svo ungur hérna, ég er lang yngsturinn inni núna allt í henni Þú varst að fara í fyrst skipti núna í eitthvað og það var alveg hár sko Já, Ég er náttúrulega sko, ég var myndið tengið við þetta Ég var eins og með sítt hár nema það var hvítt, það var bara platinum blond slippa, það er það rosalegt. var cool sko En það? það fannst það engum cool nema þér en mér fannst það geðveitt sko og líka, ég byrjaði náttúrulega sem pönkari sko Já. ég fór í síðahárið en þá var ég sko líka með spangir þú veist, það er svo lítið pönk að vera með spangir Já, að ég gati ég þurfti bara, þú veist, Vestmannaeyjar sko vestmannaeyjar sko þá var ég bara liðið jakka og fylgja straumunum maður Þú bjóst þar eða? já, ólst upp
Új, bara Ég var þessi fastur í eigum í 1 dag og ég bara vissi ekki hvað ég átt að gera við sjálf Nei, ef maður þekkir engan sko Nei, Það er ekki svona a movie theater Það er a movie Það theater er a movie theater. Það koma svona 15 mann síðan. It's a fucking movie sko wow. Hvernig kom það? Þetta er búið að vera mjög lengi, það er bara svona 3 sýningar á ári Já, ok, það hlaut að vera Ég var líka bara Þau leigir það svona einu sinni til að sína eina bíómynd. Ég man eins og ég fór sem krakki sko, þá var að spila nýjustu DFD-diskana Já, og ég man eitt diskur var svo rispaður og fyrst endugreitt Ég kaldi það að klára myndina sko Það var glata sko Sambjón eigum Sambjón Það er svo Vestmannaeyjum erfitt að vera hana í Vestmannaeyjum eitthvað. Herri, ég kom með nokkra liði í dag Já, ég er líka með nokkur ok. Ég bjóð til liði fyrir þennan þátt og líka þáttir sem hún tæk upp áðan Gött og hún kom með miklu meiri lið en ég. Herri, ekki vera að kíkja í Nei, skjálinn ég sá ekki neitt, sko, sorry Ég Ég er með- ætla að peppa eitthvað liði sko. Ég til að byrja þetta svona hressu til að rífa þessu upp stemminguna hérna. Ok, geðveikt. Ég er með eftirhermu keppni Ó nei. Fuck, það setja mjög á mútið darra hérna Já, það er út í verið með Darra í stúdíónu sko Fucking rosalegur Já, hann Ég er að heyrt færa það með að setja svo sjáur ekki okay. Guðanabænum ekki svindla Ég skikki ekki, sko Klárum bara að segja hvað liðið þú ert með. Herru, ég er með eftirhermu keppnina Já. Svo er ég með Celebrity Off Hérna eru 4 hot celebrities Og við þurfum að, sko, þeir þurfum allir að keppa hver er mesta celebrity, sko Ó nei. okay. Hver aldrei að sé að fara að vinna Ég ætla Curly. ekki með 1,000,000 followers Þannig Nei, ég segi það, helvíti sko. erfitt að keppa Þetta móti er því. Ég viðurkenni að, sko Curly hérna er favorite Hann er, já, stuðlinn er mjög lágur Svo getum við farið í hérna Ég er nefnilega fyrir nokkrum vikum Núna, eða sérst á 2. mars Sem er eftir í okkur, þá er ég að fá Ástór Magnússon Farsótaframbjóða í grótitíminn á FM Þannig ég er Veitir búin að hver gera það er? hérna Ok, ég veit Já, hann er Ástór Magnússon bara Já. Bara Ástór Magnússon Veit ekki meira. 28. árið sem hann reynir Við séum að þið þurfum að vera 35 ára til að sækja sem Já, fórseti. ég sótti að vera fósetti sko Ég er búin að sækja að taka þátt sko Ég er búin að ringja út allt og spurja bara undan þá fyrir aldri og Vitið hvað mér bregður alltaf ofta ég opna vísi og ég sé bara Ólafur Jóhann ætlar að vera fórseti eitthvað svona þannig. Ég bara, nei. Nei. Það var náttúrulega The Billionaire Ólafur Jóhann sem fann upp á fucking PlayStation Hann tölvunni. er þetta gaur sko, drullun þetta gaur sko Gate Já, hart Djöld væri hart að fá Það er hann fucking í hart. þátt sko. Ástór Magnússon, sigla sigla maður Það er það Respect the hustle sko Ertu með einhverja fleiri lið? Nei, 2 Ok. Nice. 2,5 Ég er með Instagram spurningar fyrir ykkur. Ég setti á Instagrami og Ok ég ætti að kíkja á spurningana sko. Já. Þannig að ég ætlum að lesa. Straight to the face Já, bara mjög hrátt sko Þetta er mjög hrátt Er ekki bara, þú veist, það eru sömu spurningar sem eru ekkert eðlilega skrýtnar sko. Byrjum á þeim En ég ætla að segja að við skulum bara ekkert lesa þær. Já, ég veið að fá að heyra það En sko við lesum sem flest. Svo bæði ykkur að koma með Leosögu. Gerðu þið það? Já, eftir 3 sögur 2 Sannar. Ég gerði það út Oh my god. Tvær liðast úr einu saman Já. Ok, þá Þetta er allt svona svipa næstíð satt, sko Ok, þannig að, þú veist, og ég og Lil Basti co-host, við erum sjökkum í þessu sko. Já. Þannig að Guðjón, þú þarft að step up your game núna sko. Ég fekk engan fyrirvara Nei, þú ert með mér í þessu. Já, Við erum að fara að já, questina já, á, þú sko. meinar. Ég bara, mér langaði svo mikið að toppa hérna sögurnars Issa, djöðlar góð sag Hvað var það? Æ, hann sagði að hann væri bannar á Selfossi Og ég hugsaði um þetta svo lengi Ég var bara, herðu, shit, hvað allir gaurin hafi gert Mér líður bara eins og við höfum líka trú. Ég held að við sögum að það væri sönnsaga. Já, en það var ekki satt Nei, ég veit að þess vegna var að segja, við sökkum ekkert eðla mikið í þessu. Já, já, menn það Guðjón sagði að hann fekk fálkaorðina 6 ára og við trúðum því. Það var líka satt Ég fekk ekki, þetta var ekki fálkaorðan Þetta var, Æ, same shit. þetta var hérna Þetta var orða að hafa vel unnin störf á sjó Eftir alvarlegt sjóslis 6 ára Já, svona 7 ára En ég var að taka á móti því fyrir hönda afa míns En við En það náttúrulega bara ok, trúðum því ok, bara, já, fair. það er 100%. En það var satt Svo ætla ég að taka ykkur í Brain Freeze, hafið spilað það? Nei Nei, það er sem sagt, nú gaman að því við erum 4. Já Þannig að ég mun nefna einhvern lið, það kemur svona intense tónlistundir. Flokk, same shit, eins og lönd. Guðjón, þú byrjar. Ísland Færar Dammur Norur og Geðveikt. Fatti. Ok, Ég er stemming með brain freeze Já, og svo ef við viljum taka síma til lokin þá erum við með síma til sjóleðanar. Já, ég held það Shit, Ég er ekki frá því að það sé fín hugmynd hvað er þessi land sem það tók síma? Það er, Ég það sko, er gaman. síðan einu síma sem ég gerir Ég alltaf ringi 118 lítill og hérna spurði númer hjá ógeðslega svona frægum gaurum Sko, hvað er númer hjá Arnold Schwarzenegger eða eitthvað svoleiðis stótt, sko. Og þau voru bara, já það er þetta hérna síma. Já, þeir fannst það ekkert fyndið, sko. Nei.
Ég man eftir þegar ég gerir símat í svona öðrum bekk í Dominos, það bara heyrðu við höfum samband við lögregluna núna. Þá gerði ég ekki símat í 10 ára eða eitthvað. Skítrættu sko. Það er svo öll að setja manni línur þegar það kemur svona algjör sjokk þegar maður lítill. Ég stal í búð þegar ég var lítill og mér hefur ekki dottið hug. Ég var gripinn sko. Hvað stalstu? Nammi? Ég stal Publicious tyggjói. Wow. Ég var í svona 7. bekk. 20 krónur eða? Þetta var ekki dýrt allavega en djöfull var ég grip. Og löggan mætti það? Löggan mætti. Snúa niður? Nei, snúa niður. Löggan mætti og ég var settur í járn sko og það var farið með mig í gæsluvarðhald á lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Ertu ekki að grínast? Heyrðu, sáðu hana fréttina. Já, 12 ára, bara ruggla. Nei, Sáðu fréttin daginn þegar hana. Þetta heimskjum maður. Já, ég er bara, what? Við trúum öllum, við erum það svo magnað sko. Já, það var þetta sögur. Já, ángrís maður. Er ég rugglaður? Þú hefur þetta að segja þetta á hann. En ég var samt tekið með bestaðar að stela. Við vitum þá að það er satt. Sáðu hana fréttina með dúfuna hana sem þau held að veri. Það var eitthvað dúfa, eitthvað kínversk dúfa sem var í haldi í einhverju landi, í fangelsi í einhverju, þú veist, ári eða eitthvað. Já. Af því að ég held að voru kínversku njósnari. Já. Dúfa sko. Fárunlega gott sko. Það er með því steiktara sem ég vil lesa. Þú veist hvað ætlar að gera og handtökur hana svo að fara með henni í herbyggi. Svara! Ef að byrja á Instagram spurningunum. Já. Og ég er fullt stressaður. Ættir að vera það sko. Þetta er ekkert eitthvað slæmt. Ég er að lesa þetta fyrstu spurninguna. Ég ætla ekki að lesa neina upp til þessa spurninguna. Hvað aðeins horfður svona á mig? Eru þetta nýju Jói P. og Króli? Góð spurning sko. Þessi spurning kemur frá Fólk er að tala það sko. Þessi kemur frá Króla. Nei, er það málið? Við djókum með þetta mjög lengi en þetta er svona hægt og róli að verða einhverju sko. Það er eftir að við byrjaði bara að bóka okkur. Það var alltaf að fara að bóka því á gig. Svo alltaf bara eitthvað. Er ekki Curly að koma með? Svona fyrstu 3 mánuðir eftir þjóðatíð þá bara var ég aldrei bókaður einn. Ég var bara bókaður með Curly. Það var ekkert í boði að mæta einn. Annars bara nei, við viljum ekki þið lengur. Þó að ég og Curly, þá áttum við eitt lag saman eða eitthvað. Ég á þú veist 20 lög einn. Þannig að það var ruggla dæmi sko. Curly náttúrulega á einhver 3 rosaleg lög. Já maður, Besta party ever. Besta fucking party sem Það er the greatest. Ég var dóttið lengi á þá lest sko. Ekki ég. Ég var bara daginn. Þá var ég bara bang. Ég var leiðin til eiga bara besta fucking. Ég var náttúrulega ekki að fara á þjóðatíð þannig að mér var alveg drullu saman sko. Ég eitthvað leðilegt þjóðatíðlega aftur sko. En svo var ég ánæður að þið. Svo vakst á mig. Hvað segir maður? Þú hefur einmitt sko áks. En þú hefur einmitt þurft að vera eins og Guðjón sko á leiðin á þjóðatíð. Það hlustu það skipti. Þá catchar þú með sko. Maður heyrði bara að syngja með sko. Allir á þjóðatíð maður var bara ég nenni þess ekki. Svo þegar þjóðatíð var búin, já þetta er gott lag. Ég held að fólk hafi ekki kannski fatta þú veist, fólk tóki sig ekki alvarlega þessu lagi held ég fyrst. Nei. Fólk var svona þetta er bara TikTok, Curly gæi. Það er saga og eitthvað í þessu lagi sko. Já, og þetta er líka ennþá, þetta er climbing í dag Já, þetta er climbing í dag, já, þetta er ennþá Og það stýttist í örugglega á þjóðatíð eftir 6 mánuði Já, það er svoleiðis. Er ekki að fara að bóka ykkur þar eða sko? Hvað er þetta komið með á anna? Þetta er 110.000, tjekka á hann Hún tjekkar á hann, 111.572. Það er mjög gott Það kom ekki út í sumar og við fengum sko Það var eins og bara að fólk vildi ekki acknowledge þetta lag fyrst Það var eins og fólk bara vildi ekki samþykja okkur Fólk vill náttúrulega Ég held að sé frekar ekki samþykja mig sko Já, kannski, já Til sem tónlistamann Já, akkurat Já, kannski var það eitthvað Fólki er smá hrætt við að hlusta Hvað er að hlusta á? Lil Curly Það skrítið sko Já, gæti verið eitthvað þannig sko Þetta er eins og þegar ég gaf út jólalagið mitt sko Ég gerði það bara út í flippi sko Það var náttúrulega ekki í alvöru lag sko Nei, það var gert á sko hálftíma Og bara, ef ekki bara sett í djóki bara Ég skeri 1 vídeo það Og það er náttúrulega TikTok þegar þú ert að auðlýsa eitthvað fyrir sjálfa þig Þá hatar TikTok þig og gefur engu sko. Er það málið? Það er málið sko. Bara, ég held, og þegar ég posta hverju einasta degi Og ég held að þetta var fyrsta vídeoið mitt Bara á árinu Og þegar ég postaði þessu 23. desember Sem fekk undir 20.000 views eða eitthvað Og það náðu ekki eins og 10.000 views En þú postaði líka á aðfangadag sko Ég postaði þessu að ég var Reyndar sko Reyndar, góðu punktur Ég postaði þessu 23. des sko Ég veit sko, þú postaðir sko á mögulega versta tíma sem hefði getað postað Ég veit það, en ég tók þessu ekki alvarlega Mér gæti ekki verið meira sama Já, þannig að svo sem það er alltaf Ef að halda áfram Instagram spurningar Af hverju kemur lag frá Háska bara einu sinni ári? Herru, það var ekki rétt sko Hvað gaf ég út mörg lög á síðust ári? Ok, ég gaf 3 lög síðust ári Ef að lesa yfir Matta Kjeld núna Matti Kjeld var að senda það Já Þú gafst út Jólastelpa
Hausinn fór á milljón, besta partí ever, Án þín, remix og Ofvirkur, þú gafst 5 lög. 5 lög, já, en samt á sama tíma var ég bara á fullu í stúdíóinu að vinna nýja efni. Náttúrulega besta partí og jólastelpa var svona alveg óvænt. Það er seasonal sko. Já, Án þín remix var bara eitthvað dót sem búið tílókslega lengi og þú veist, fólk var að spyrja að senda sér það og ég bara svona, ég seti bara Spotify. Mér langar svona sem ég ekki hafa Spotify-inu mér. Skiptir ekki máli. Það er ekki aðri. Ofvirkur var svona síðasta lagi sem ég próduseraði sjálfur svona eitthvað að viti. Það er geðað líka, það er underrated. Það er underrated sko. Underrated shit. Það er líka climbing núna sko. Já, ég mitt. Þú veist, og svo náttúrulega Hausinn fór á milljón, það var líka gamalt. Það var svona að ég var svolítið að klára svona Svo gamalt. posta alltaf þetta gömlu drasslið og svo ertu núna að koma með svona fresh shit. Nú erum við feska dóti sko. That fresh shit. Já. Er Lil Curly með curly hair í alvöru? Díana Ragnars sendir 3 spurningamerki. Þú, ég er með alveg krullur. Þetta er beint frá mömmu. Það var svolítið gett grínaður í æsku fyrir að vera krulli. Gamla, þá fannst mér að fucking lame sko. Já. Þá sletti ég mér hárið. Ertu búin að vera með krullu bara allt? Ok. Gauð, ég gerði það sama. Alltaf? Já. Það? Já, ég var að stelast í slétti á mömmu þegar Já, ég ég var líka. lítil. Það var allir með sléttar í skólanum, ég bara, ég er ekki að vera svona. Þegar ég var yngri. Stóð út í allar áttir hárið og eitthvað, ég er svona. Það var alltaf toppur líka, bíputoppur var einn þá sko. Þú vildir hafa hann slikt Já, niður þú sko. veist, ég stalst Já, líka ég bara í var krull, þannig, sko. nei, fucking sletti á hann mömmu, bara tók bara toppinn sko. Það var bara sletti. Kvíðin að það komið aftur inn, þannig að nakka dúið. Þá vorum við alveg off sko. Voru ekki að taka líka hérna niður og svo áfram hinga. Jú, alveg já, skelfilegt, beitt, Ég er ennþá smá að gera það sko. Fær Lil Curly sér oft curry? Heyrðu, já, ekki maður að milli. Skilur okkur þetta eru mjög spes Instagram spurningar hérna. Lil Curry. Það er stemming. Hvað kallar maður daginn? Hvað eru þið búin að gera í dag? Já. Góð spurning. Og hvað ætlaði að gera þetta? Bætum því bara við. Eða, hvað á að gera á næstunni? Hvað á að gera í dag? Ég skal byrja, ég gerði ekki neitt í dag. Ég fór og sótti Happy Hydrate upp í hana geimslu og mætti hingað. Já. Og hvað á að gera í dag? Svo er ég að fara annar podcast eftir, Gallukasti. Já, svo er ég að fara. Ég held ef ég man rétt þegar þessi þátt kemur út þá er þær þátturinn eftir þennan þátt hjá mér sko. Já. Þegar þessi þáttu kemur út. Já. Já. Þá er þannig eftir viku. Svo er það kannski eftir 4 vikur, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig þær eru með þetta. Nei. Mikið af podcast crossovers. Já. Ég reyna að hafa sko þú veist podcast crossover eins og orðar þetta mjög gott orð þetta. Allavega einu sinni í mánuði. Já. Bara, veit það ekki, það er skemmtilegt. Já. En þú, hvað ertu búin að gera í dag? Þú gerir ekki neitt bara. Ekki neitt, bara zero. Ég reyndar í sama pakka. Ég gerði ekkert í dag. Já. Bara ekki neitt. Ég bara basically chillaði þá til að við fórum hinga. Hvað ætlar að gera í dag? Hvað ætla ég að gera í dag? Ég held ég ætla bara ekki að gera neitt. Bara að slaka á sko. Já. Það er að mæta bara með í Gallukasti. Þetta er svona einn af þessum dögum. Já, ég kem bara með þér í hana. Jópi hérna. Þetta er einn af þessum dögum þar sem bara einhvern veginn er ekki að fara að gera neitt. Nei, kemur fyrir. Svo koma enna spurningana fyrir Lil Curly, hvernig er hægt að vera svona heitur? Segir Alexandra. Svo segir Adrian. Núna er þú með sko. Er ekki ströggul að vera svona myndalegir menn? Það er alveg smá öðruð sko. Er það ekki? Þetta er bug. Þetta er feitt bug sko. Þetta er það sko. Er háskasíson? Já. Það er háskasíson sko. Það er svo mikið að leiðin sko. Svo kemur spurningin frá Guðjónim. Er allt í lagi að prumpa? Já, alltaf sama djókið. Hann segir þetta sko í hverju einasta spurningabóksi. Það fer eftir sko ef það smellar þá nei. Þá finnst mér það ekki í lagi sko. Nei. Bara hljóði. Hljóði er gott. Uppáhalds tónlistamennin ykkar? Mac Miller. Justin Bieber. Já, sem Bíbemaður. Ég var númer 1 í hann hvað heitir þetta spurningleikur sem allir voru í alltaf framhaldsskóla hana? Quiz Up. Quiz Up. Ég er nummer 1 in Iceland í Justin Bieber. Í alvöru? Já. Ég er nummer 1 í Modern Family. Ég var náttúrulega svo ungur sko. Ég var bara einhverju, þú veist, grunnskóla þannig sko. Quiz Up maður. Fólk var að rissa á Quiz Up. Það var það fint sko. Varst það að rissa á Quiz Up? Var ég að rissa? Það hvað er bestur í Bieber. Nennir Lil Já, þeir eru Þeir bara má fá okkur smá heit. En Lil Curly að halda kjaft. Já, alltaf gaman að taka líka neikvæð. Hvernig er það að vera stærsta sellout Íslands á þeim tíma? Ég. Af hverju heldur að þú sért þú? Ég er bara að lesa spurningar. þú? Vil ég svara þessu sellospurningu? Já, hvað er með það? Þetta var bara fárlega næs. Já, If it ég er makes eiginlega money. sammála sko. Ég var með hana fullt af pening á mánuði fyrir að vera í fucking Coca-Cola peysu og Nákvæmlega. giflast nú. If Þetta it er makes bara- money.
It makes sense Það bara svoleiðis Ef þetta easy cast, þá segirðu bara já. Ég held að gauð sem að senda þessi spurningum myndi örugglega gera nákvæmlega saman. Við ekki tekið fyrir þess. bara nákvæmlega hann sko Á meðan Nei, þeir ég eru- gerir þetta ekki á meðan þeir eru að kvarta, þá erum við að grenja úr hlátri. Með pening. Þurrka tárin með cash Þurrka tárin með cash. Postaði vídeóinu. Post that shit. Postaðu vídeónu Guðjón. Herðu, ég er með lið Ó, nei, hvað lið? Ok, það er komið að þessu Við ætlum að rífa upp stemminguna hérna Það eru eftirhermur Ok. Og Ertu með einhver óska betta sem þú vilt hafa undir? já, svona eftirhermu betta Hvernig í andskotanum á ég að finna eftirhermi Það er betta? eitthvað svona Funny- mime shit Funny mime background music. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég er að segja og ég er að fara ít á Ekki til. Getur það verið? Ég What? Já, fullkomið Þetta er flott bara. Music. Ég er með smá klippu líka sem ég ætla að spila sko. Ó nei. Ok. En við notum bara, ég set það bara við mikrofónu hérna Já, þú getur bara sendt mér á Instagram. Nei. Veistu, þannig að við erum að taka random. Kannski ekki að það. Þetta er ekkert random sko Því að sumar spurningar eru fyrir alla Þetta er eftirhermi Horn Guðjóns. Já, sumar spurningar eru fyrir alla Sumar bara fyrir Darra Ok. Bara fyrir darra. Við byrjum þetta þægilega Því ég vil fá sko Uppáldið mitt í heiminum Er þýski strákurinn Í Charlie and the Choco Factory Það er bara Sjáumst Má þið ég- báður á kamerunni? Já. Ok. Má ég fá þýska strákinn Í Charlie and the Choco Factory Ég er með að, ég ætla að lesa einu sinni yfir að ná Þetta er bara Darri sko Við erum ekki að vera að taka þennan Takk, ég setja bara alltaf hann maður Já, það ekki Ég vil sko Og með textan Hann er með þetta í fokkin Ég er með hann sko, ég er með hann en ég kann Ertu bara með þetta reddi í símaninu? Sko, ok, þetta er svo, það er að taka náttúrulega spott sko því ég er ekki búin að æfa hann sko Ok En þá hann segir sko I'm eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles so I look and I found the golden ticket. Flott, ég ætla að kveikja hann á tónum. Byrju, ertu með klippuna eða? En ég er alltaf smá kvefar þannig að það er ekki alveg on point. Þú búin að kvefa Þetta var geðveikt Þetta var geðveikt, takk fyrir mig Þetta er eiginlega eina sem ég vildi fá út úr svona hætti Það er sko, nefnilega á undan þá segir afinn í rúmuna, hann segir The kid is gonna find the first ticket, he's gonna be fat og svo fer, sérst að kameran yfir sjónvarpið, þá kemur svona, þá er Augustus Gloop svona flush á hann og hann segir I'm eating a Wonka bar. Þetta er frábært. Ég með þetta hérna, byrju, fucking YouTube-auðlýsingar. Þetta er frábært þetta. Það er ekki premman Nei, heldur betur ekki. YouTube Premium, er það ekki dýrast áskiptina? Það er bara sama og ég borga bílnum 5K á mánuði, bara bílalán. Já, þetta er bílalán. Ég með þetta hérna. I'm eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate. Or coconut, or walnut, or peanut butter, or nougat, or butter, or caramel, or sprinkles. So I look and I find the golden ticket. Augustus Alveg eins, alveg eins. Guðjón, það er eitthvað að ringi, ég var að svara. Ég var að svara Hver er þetta? Þetta er samleiðandi minn Góðan daginn Góðan og blessaðan daginn. Hvað segirðu vinnan? Ég segi flott. Ég á til að sína svo skemmtileg skilabóð eftir. Ég er að rústa einhverjum gæja hérna á Snapchat. Þú ert í beinni útsendingu í podcastinu Óli á hjóli Óli á hjóli. Já, Vá, frábært. já, við erum með Óla, Lil Curly og Háskæðin á línni Ég var bara að segja þetta. Það er þetta að láta hana uppljóstra öllum lindamálum fyrst og svo segir þið. Nei, ég var bara að segja, nei, ég get ekki sagt þetta. Nei, mér datt að huga svona að stoppa því af sko Herðu, við byrjum bara að helsa Nei, það var bara að spyrja þig hvort það veri eitthvað matur. Já, Ok, bæ. já, bless Já, Já, þetta var flott. herðu, ég er með lið Já, við erum með í Við erum lið. í liðnum Herðu, Lið. númer 2 Það er Rick and Morty Og þetta eru allir sko Og ég er með klippu hérna Ég ætla að byrja á Ólafi Jóhanni Ég er bara fylgjandi, sko. Nei, þetta er Ok. Rick að tala Þú þarf að reyna að ná taktinu sko Ok. Jerry, it's your house. Whatever you say it is how it is, but I think a Jerry, it's... Nei, ég get ekki eftirhermur. Maður er það Jerry, it's your... Ég get ekki eftirhermur, sko. Þetta var bara hennar sko Þú veist Þú með að loka augunni maður heyrði það, reason to care, and even I notice. Come on, Rick, don't talk about my parents.
Jerry, it's your house. Whatever you say it is how it is, but... Ó, ég var að taka þetta. Já, bara eitthvað. Ok. Þetta er bara dæmi, sko. Hvað segir hann? Gary, it's your house and you're not Disney. Og svo segir, hvað segir Morty? Það er önnur klippa, maður sjá. Ok. Svo er það Morty. Ok. You know, the continues. Okay, here we go. Ma'am, I'm afraid I have some bad news for you. You're... Þetta er alveg klippa. I'm afraid I have some bad news for you. Já, herðu, wow. Sko. En veitu hvað, það tók ekki að gera neitt eða? Nei, Darri tekur fyrir mig. Darri tekur þetta bara. Nei, Á ég taka alltaf eldreimunar. Ég er, Rick and Morty er ennþá samt í vinslu, þannig að þessi geti kannski ekki verið alveg on point. Þannig að make release þessu alveg strax. Ok. Geti verið smá secrecy yfir þessu. Ok, en þá er að næsta sko, það er allir, og það meina ég allir, því hún er auðveld. Og þetta er augljóst, nei, þetta er auðveld, þetta er bara... Þetta er bara I'm Batman. Já. I'm Batman. Ég byrjaði. Maður heyra. I'm Batman. Já, flott. Þetta var svo óþægilegt sko. I'm Batman. Já, flottur. Eru tilbúinir í minn? I'm Batman. Ekki flott. Hlustendurnir eru bara, hvað er í gangi hérna sko? Ok, svo er það smá Christopher Walken sko. Ok. Og ég vil Ólaf hérna. Veitu, það er sérstök staðu sem við ætlum að byrja á. Sko þetta þyrfti að vera betri línur eins og Rick and Morty lína, þetta er ekki no catchy lína. Nákvæmlega hvað hann drömur. Við erum bara að nota þetta sem svona reference sko. Okay, þetta er bara demo hérna. Hvað erum við hérna? Hérna erum við með Christopher Walken. This lion, he's the king of the jungle. Huge mane out there. Einu sinni, hvað sagði hann? He's the king of the jungle. Úr hvað mynd er þetta? Ok. He's the king of the jungle. This lion, he's the king of the jungle. It's lion, he's the king of the jungle. Look at the lion. It's the king of the jungle. Þetta er með helviti góða Ég veit lægjónu vel maður. Þú varst búin að æfa þessu heima. Ég næ ekki að fara inn í þennan karakter því ég veit ekki alveg hvað karakter þetta er, þannig að ég er smá aðrið með að koma mér inn í hann og þá mun ég aldrei ná henni fullkomlega. Hann, þú veist eins og segir, look at this lion, it's the king of the jungle. Þú eru að tengja sko. Já, þú veist, heyrðu, þetta var bara ég. Þetta var ekki, ég komst ekki inn í gaurinn, þannig að Ólafur, má ég heyra þig taka Sorry, OG. Ég segi þetta alltaf fyrst. Ég heyr aldrei í þér, ég er ekki með heyrta headphone sko. I'm the king of the jungle. Það var engin eftirherma sko. En þá var það síðasta og það er Sylvester Stallone. Ó nei. Og þessi er góð sko. Já, ég er með þetta með þess að tilbúið hérna einhvers staðar sko. Hvað er þetta maður? YouTube auðlýsinga. Já, nei, ég er með premium sko. Tilbúinir? Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Rosaleg ræða sko. Þetta er ringið tónum minn sko. Er það málið? Já. Keep moving forward. Keep moving forward. You need to keep it going. Ertu með þessa? Nei, ég er ekki með þessa sko. Hann er bara með gæðin í Charlie and the Chocolate Factory. Nei, ég er líka með sko frábæran Matthew McConaughey. Herðu, það var næst. Wolf of Wall Street. Ég er með hérna Matthew McConaughey, kottu með það. Sko, hann segir við Leonardo DiCaprio, ever heard of a fugazi? A fugazi is a fake. Fugazi is a wishy, is a woozy, is a fear that doesn't exist. Ég skal kóla lokar augunum og bara lifi inn í mómenti. Góður þessi. Þessi er mjög góður. Þetta er Matthew McConaughey. En síðast er svona minn harðasti sko. Það er Jón Ársæll. Ok. Er þið með hann? Ok, það komur að sýta. Ok. Já, segðu mér nú sögum, segðu mér frá. Við erum hérna með strákunum, Ólafi Jóhanni, Darra og Arnari, betur þettur sem strákarnir í stúdíónu. Alltaf gaman og gleði og við hittum þá, það sem er límiður best, að fleita kellingar við heimakynnin. Er ég að græta þig, Arnar? Þessi er góður. Þessi er góður. Við leiðum eins og hann væri komin inn í stúdíói. Er það ekki? Jú. Ég var líka alveg gjössalega dottinn í trans bara. Heldur betur. Ég held að við aldrei náður úr karakter. Nei, ég hefði bara að vera einna. Já. Eigum við að henda í Er legasöguna? þetta búið? Það er mjög góð sko. Er það ekki? Jó, Þessi er góð sko. Þetta er minn sterkasti sko. og mjög góð sko. Já, hendi í legasöguna. Hver byrja? Legasöguna. Já.
Dari, byrjuð þú? Á ég að byrja Curly, finnstu eina sanna sögu með hann? Á ég að segja 3 sögur Nei, þetta eru 3 sögur bara stuttur titill bara ein, hvað sem málskrein eða eitthvað Það má líka alveg vera eins og hann með 2 sannar Ég með fullt af sögum, bara hvað vil ég heyra sko? Já, hvað vil ég? Gerð þú 2 sannar, 1 lí og gerð þú 2 lí, 1 sanna Ok Svo segi bara sögunar og svo questionum við það Ok, ég er þá með 2 sannar sögur og 1 lí Ok, fyrsta sagan þegar ég var 12 ára þá byrjaði ég að safna sverðum og svona dóti, skilur og svona 13 ára þá byrjaði ég þá komst ég inn í svona íslenskt larpsamfélag og byrjaði að vera þar mikið og, þú veist, og fekk að fara fyrir að snemma inn í það og byrjaði að mæta þetta var hjá Hvalárvatni í Hafnarfirði og þú veist, og þar varst að vinna ég var svona berserker eða svona, þú veist, svona riddari, skilur þú veist, ég var ekki með neitt magic eða neitt svoleiðis Varstu riddarinn? Já, basically, og ég er búin að lega alveg upp og ég er ennþá í þessu, sko og ég er bara búin að vinna með drullu, þú veist, upp Veistu hvað það skrítið það? Ekki skrítið, sko Hvað eru margir í íslenska larpsamfélaginu? Við erum svona 33 best álætur, myndi ég segja Og hvað er það minnsta? Sem mætir? Það var alveg mætt 10 bara Já Og eru þið bara, þú veist Hvað gerir maður á larpsessunni? Þetta datt einn draðs niður í COVID þetta er bara, það eru bara classes, skilur og það eru orkar og þú veist, það eru menn Hann veit alltaf mikið um þetta Hvað? Já, ég þetta er mjög Og er þið bara svona fake skillmast? Já, þetta er ekki fake, ég meina, þú veist, þetta er bara allt dótið, þú veist, þetta er mikið vettlega Nexus, svo eru menn sem panta sér líka, þú veist, eBay og þú veist, þú ert með í búningum Maidjanir, já, væntalega, þú veist, þú getur ekki bara verið í einhverjum íþróttafötum, skilur Ert þú besti ungi larparinn Ég er búin náttúrulega, ég er komin level 16 núna þannig að ég er á svona frekar respected Hvað? Ég get ekki á Fyrir hvað stendur ADOD? Fyrir hvað stendur ADOD? ADOD? Já við erum ekki á Hann er að ljúga þessu Nei Hvað er saga 2? Hvað er saga 2? Nei, ég Kost upp við hana Nei Já, það er bara kost kjössal upp við hana Hvað er saga nummer 2? Saga nummer 2 er þegar ég var svona tvítur Nei, ok, aðeins þá fór ég til Danmarkur í svona jamferð og eitthvað og bara drullu gaman og eitthvað og svo festist við á flugvelli í 12 klukkutíma Hvaða flugvelli? Kastrup Kastrup, af hverju? Af því að það var eitthvað vont viður í þú veist, Keflavík það var hræðilegt Það er venjulegt það var hræðilegt viður í Keflavík Gæti alveg gerst og herru, við svo endan fljúum heim og þetta bara búið hræðilegt, þú veist, við vorum bara að jamma hana, skilur við 3 dagar í röð og Gott að ég komist heim Gott að ég komist heim, ég vissi það ekki Já, komist heim og svo komum við út og það er búið að loka Reykjanesbrautinni og við séum að fara út í bíl og svona, ætlum maður að fara út í bíl og það er ógeðslega mikil snjór, það er bara, þú veist, bílinn er bara grafinn í snjó og ég er með síma minn á mér, í svona tösku fram á mér og ég mist hann ofan í snjó og ég fann hann aldrei aftur Nei Nýr iPhone sími Hvernig sími? iPhone 6 iPhone 7 iPhone 7? Ég mist hann ofan í snjó Fyrir 5 árum? Hæ? Fyrir 5 árum? Það sagði fyrir 9 árum Fyrir 9 árum? Ég var mjög lengi með Varstu ekki að setja það í glæni í sími? Nei, hann var nýr þá Já, ok Hann var nýr Hann var glænýr en hann var búin að veiga svolítið lengi Og hvað er seinasta sagan? Síðasta sagan er fyrsta þjóðtíminn sem var besta partí ever þá fór ég á þjóðtíð og ég var frá 5. degi til 3. dags og ég mæli ekki með fyrir nokkur mann að vera á eiginu á mánudeginum Nei, það er ekki gott Guðjón hefur verið í eiginu Ég hef aldrei mistað þjóðtíð Marga mánudaga, sko Það var drullu gaman, sko ég var í tjaldi bæði ég var í 19 ára og svo á sunnudeginum þá fauk tjaldi okkar þannig að við vorum heimilislausir heimilislausir og þurftum að gista í svona refugee camp í íþróttahúsinu í
Reffið Já, alveg rétt ok, Var það ljótasti- stormurinn var þarna? Já, þetta var Shit. Það fauk allt og hérna það var sandur í brekkunum og vaknaði með svona sand í augunum og eftir þá væri svona ætli ég farið hinga aftur en svo hérna Þetta var besta party ever býðið mig upp og hérna já þetta var þetta sko, þetta var besta party ever þá til á mánudeginum, þá var það versti dagur lífsmís, þetta er ofta rankaði svona versti dagur lífsmís og þetta er eiginlega alltaf nummer 1 sem versti dagur lífsmís Leiðin að góðu partíi er ömulegu sunnudagur og mánudagur En leiðin er góð en endur í slæmur þessi lífsins mótaði mig í rauninni sko Það bara breytti lífinni Þess vegna ertu hér Ok, og gíska á hvað er bullshit það þessu? Ég veit hvað er bullshit að þessu Já, hvað er Síðasta sagan í sönn, hinna tvær eru bull Nei, hérna, Það er bara ein lygi. Það var ein lygi Já, Það var slag, þú varst ekki Herri, ég að taka þetta ok Er þetta business? Ég ætla að kalla hann Matestótið sé bullshit Þú sést í samfélaginu með 30 manns Mér langar að segja það en hann veit allt og mikið um það Þannig að það er annarkvort A, einhver vinur hans, mjög náinn vinur hans eða einhver er búin að vera í þessu, eða bróðir hans eða whoever Já, Eða Já, ég veit það ekki En það gæti líka verið, þú veist ef að þú ert nýbúin að kaupa þér síma og missar hann í snjó ertu ekki að fara að leita á hann og þá finnur hann ekki stundum kannski Hann mista hann örugglega og fatta ekki hann hefur mista hann fyrir smá eftir á Hann glemdi bara að segja sögunni Myndi ég halda Gæti verið Ertu búin að ákveða þig? Ég er búin að ákvæða, sko, það er 100% fyrst sagan sko, hjá mér. Fyrsta sagan? Já. Þá verði ég eiginlega bara að segja Mér langar svo að segja síminu Mér langar samt að segja farið í síman, það fylgdi hjartanu Ég ætla að segja símin Af því að mér langar í punkt Hvað er lígin? Ég er ekki látt saman Það er alltaf auðvitað sko Guðjón, hvað sagði heldur þessi lígi? Fyrsta Já, það var rétt En sko, Veistu okkur ég veit það? Allir sem larpa byrjuðu í, ég hef reyndar ekki larpað sko en þeir sem larpa, þeir spiluðu Dungeons and Dragons og ég veit að það er kallað sko D&D Já, það var alveg pyrrandi að því hefði þú ekki vita neitt um þetta og ég veit ekki um þetta leið, þá náði ekki að halda líðin í gangi að þú basically kólaði leið já. En hérna, já, nei, ég er ekki en ég væri til í það, ég væri mjög til í að vera partur af þessu sko. Já, Kári, það er komið að þér Ok, þið vildu fá eina sanna og 2 lygar hjá mér. Já. Ok. Núna þurfum að finna sönnusöguna. Já. Ok. Fyrsta sagan. Einu sinni fór ég til hana LA með strákunum og við vorum að jamma á gamlástag. Á þessu jammi gerist margt og ég fer út og hoppum á taxa og ég fer að pissa úti. Já, bannað. Það er vist bannað í Bandaríkjunum. Já, það er alveg hart bannað. Og það er ekki leynilögga að chilla hana bara á planinu. Jailerkallinn og á þessum tíma var ég í flugnámi. Nei. Þetta er ástæðan af hverju ég er ekki í flugnámi lengur í dag. Ha? Já. Það er gali. Byrju, af hverju Það ég pissaði úti. Það er bannað. Það er bannað og bröst lögin. Já. Og máttu ekki vera flugmaður. Nei, kættu minn. Þú máttu ekki vera sakarsjó og fljúga út í Bandaríkjuna. Það, já. Kabúk. Allavega, yfir í næstu sögu. Það geti verið satt sko. Já. Næsta saga er það einu sinni var í frumkvölafræði. Kannast þetta það? Já. Þar kom ég með þess að snildar hugmynd. Þetta var alveg fyrir smá síðan þegar vegan var poppin. Já, poppin. Þannig ég ákvað ég ætla að gera vegan, eitthvað good shit. Það er ekkert gott sem er vegan. Gerum smákökur. Ég ákvað að gera svona havraklata, geðveikir og bræði. Fór í Smáralind, seldist upp. Ok. 200 bitar. Þetta var ekkert mál að selja þetta. Allir elskuðu þetta. Þangu til einhver brjálaðist fatt að þetta var ekki vegan. Nei. Það var ekkert vegan. Og það var allt brjálað. Þú ert bara að ljúga. Það var ekki vegan í En ég var þessu. búin að móka þessu út eins og heita lummur. Það byrju, var ekkert vegan í þessu. Þetta var bara, ég sagði bara að það væri vegan. Já. Það var hljómað bara vel. Hvað var það súkkulaði ekki? Nei, þetta var svona havraklætti með fullt af súkkulaði og ég setti þetta ekki egg í þetta sko. Nei. Það er bara, ég respekta það bara. Já, en ég setti lífranegg samt, þannig að það var skiluru Einhver staðar þarf það að byrja. Akkurat. Já, þetta var, ég fíla höslið. Ok, þetta getur verið satt líka sko. Þetta var, ég var bara í Flensborg þarna, þetta var þegar Netflix var nýkomið með alltaf vegan seríur og allt. Já. 2019. Þá var ég bara Þetta er Stop the Killing og Ég prófaði mér svo að vera vegan bara til vegansamfélagsins, bara sorry, skilur. Já. Ég sé eftir þessu. Nei, ég sé ekkert eftir þessu. En ég prófaði að vera vegan í mánuð fyrir ykkur. Það var umulegt. Ég man ég var bannar á vegansamfélaginu á Facebook einu sinni. Já, ég líka. Bara, það var alltaf allir að trolla eitthvað og ég var að rífast við vinkonum mínar og vorum bæði bönnuð.
fuck Ég var bara fullur með dólk. Ég man nú ekki svona hvað það var. Ég ætla að vera eitthvað fyndin og fyllir í 17 ára. Setti eitthvað leiðilegan status og bara bannaði svona og bara hvað var þetta maður? Ég ennþá inni sko undir leininafni. Nú? Já, ég sem sagt alltaf, þegar fólk alltaf að spyrja, þetta vegan og svona og ég alltaf, heiti sem sagt Jón Ásæll og ég segi alltaf já. Og kemur einhvern svona rök fyrir einhverju kjaftaðir. Gott. Það var ókolsist MC-n og eitthvað. Saga 3. Saga 3. Seinasta sagan. Heyrðu, einu sinni, þá var ég á flugvöllunum að fara að fljúga til London. Í Keflavík. Yes sir. Já. Taska mín var alltaf þung, svo ég ákvað að setja löppina aðeins undir á liftinu, því ég vildi ekki borga þetta aukagjald, sem er alltaf kjafta þetta aukagjald sko. Og já, þannig að ég lifti töskunni upp og ég posta á TikTok og svo þegar við lendum þá er þetta gone viral og ég með skilabóð bara, heyrðu, þú mátt ekki aftur fljúga og play, ég bannaði hjá player. Nei! Jú. Heyrðu, það þetta rosalega. Það vel fyndið sko. Og já, út af því að ég var þarna bara, þetta bara eitthvað flight safety kjaftaði skilur. Ég man eftir þessu vídeó sko. Að kúka skilur, þá hefði ég verið 2 kílóum þingri líka skilur, það meikar engan sens. Nei. En já, þetta var viral myndband og kallinn bannaði hjá Play Airlines. Já, þetta nú. Ég vil þetta erfitt. Þetta er erfitt. Þetta er alltaf svona bara, ég veit bara að breyta sig ykkur einu atri. Sko ég veit að Anna Play-sagan, eða þú veist, vídeóværal, ég man eftir því. Ég veit ekki hvort þú sér bannar hjá Play. Þannig að þetta er alltaf hálfsatt, en er þetta fullsatt? Ég held. Smákökudæmi, ég hef ekki fokkin hugmynd, sko. Veganið, byrju, erum við að leita af einni sannisögu? Þetta var þess að flugdótið, þess að 2 flugdót, eitt í LA, bannaði flugnámi. Ég held að... Byrju, erum við að leita af einni sannisögu? Einni sannisögu, ég held að sanna sagan sé seinasta af því að mér minnir og einhvern veginn sagt að það hættir í flugunum því að þið bara fannst það svo leðilegt. Þetta er fyrsta sagan. Nei, fyrsta sagan er, ég held að hún sé lygi. Hún er fyrsta sagan er auðvitað lygi. Við erum að leita af sönnusögun ykkur. Hún er ekki kikka á flugunum fyrir að pissa alveg að færa í Bandaríkjunum. Já, þess ég veit ekki. Ég held að hann bara fekk leiðaði sko. Og nefndi ekki. Svo vel ígrundu saga. Þetta er mjög vel ígrundu saga. Flugsagan. En samt sem áður er kökusagan eitthvað svo nákvæm. Hún er svo nákvæm. Hún er mjög nákvæm. Hún hljómar vel, þú veist, Flensborg. Ég veit að hana töskusagan er náttúrulega sönna hálfpartinu, en er hún sönn all the way to the end. Ég ætla að segja fyrsta sagan. Ég ætla að segja saga 2. Ég ætla að segja saga 2 líka. Og hvað var saga 2? Það var kukunar. Og það er sanna. Já. Þú segir að hvað sé sanna? Að þú vorst að pissa. Það er kökunar. Já! Við erum ekki svona vitlausir, Guðjón. Sér hvað ég fíla höslið. Þetta er alveg hösl. Þriðja saga mín, ég kláraði þetta. Og það líður þjóðatíða saga mín. Ég kláraði hann ekkert. Nei, það er ekki nefndi allana. Ef við fyrir frasakefnina. Hvað segirðu? Ég vil taka okkur í frasakefni. Ég sökk í þessu sko. Það er bara gaman sko. Og það er basically sko, þetta var allt eins og þess að það er allt basically sanna sögur en ég breyti bara einhverju plotti. Já, varst ekki handtekinn. Ég varst ekki í Kæru. Nei, en ég var samt í LA í flugnámi og pissaði og það er fokkin bara akkurat bíll fyrir aftur mig. Ég horfði fyrir aftur mig svona áður en ég er að byrja að pissa. Sé gæðan bara að byrja að fara í jakka sinn. Og þannig setur bara inn einhversu skóta bara. Og ég bara að byrja að pissa, bara fuck, bara renn strax upp. Og þannig hefði tekið 100% sko. Já, pottitt sko. Og ég var í flugnámi tíma, þannig að það var eins og vantaði sko. Ég var ekki tekinn. Hefurðu flogið flugvél? Já. Ertu að meina þetta? Já. Ég er mjög flugvættur. Hvert flugstu? Ég er enga flugmaður. Í alvöru? Ég er flugmaður minn. Ég er flogið leia og... Ertu í gríninu? Af hverju hefur þú aldrei flogið mig? Því að þú vilt halda lífi. Já, ég er svo flugrættur. Ég myndi aldrei stígun í þá flugvél sko. Heyrðu, ég ætla að taka ykkur í frasakeppni. Það eru nokkra spurningar. Frasakeppni. Og má ég heyra buzzer í ykkur ef við viljum svara þetta inn. Gang. Og ef þið fáið rétt þá kemur þetta hérna hljóð. Nei. Kemur. Þetta er ef þið fáið rátt. Og þetta er the correcto. Class. Ok. Ég veit bara ekkert hver gerði sér hljóð, en það er hausverkur. Ok. Alright. Mjög létta spurningar í dag. Ok. Ég var að fatta ég eini með headsetin þannig að þér ekkert að fara að heyra buzzerinn sko. Það skiptir ekki máli. Ég ætla frekar að segja bingo. Bingo, ok. Að strá salt í augu. Ding. Hver sagði það? Já. Þetta þýðir að gera slæma stöðu verri. Eða sérst láta ykkur líða verð með hluti heldur en þeir eiga að vera. Þetta er vitlaust. Vill einhver gíska? Strá salt í augu. Að strá salt í augu. Var ekki strá salt í sári? Það var næst sín.
Nei, ég nenni ekki að býða eftir börsunum. Það er nei. Salt í augun. Darri, viltu fá dæmi? Já. Bjarni stráði salt í augu hennar þegar hann sagði henni að bréfin í alvokin væri að fara niður. Það er hérna færa slæma fréttir þegar eitthvað er slæmt. Það er engin með það. Ding, ding, ding. Má ég einu svona að græta einhvern? Það er líka rátt. Nei. Þú gíska bara upp á gamanni. Nei, þetta er að blekkja. Blekkja. Mér fannst þetta mjög létt. Maður hefði nótt að vita það. Má bara pissa það? Já. Ekki, byrfi. Þá má tekja ykkur tóðina. Veistu hvað klóstið er? Hann svaraði mér ekki, allavega. Þú fer út og til hægri. Svo út úr byggingunni. Bingo. Já. Sjaldséðir hvítir hrafnar. Ding. Já, hérna, eitthvað sjaldgæft gerist. Þess vegna sagði sjaldséðir hvítir hrafnar. Já, eitthvað sjaldgæfi gerist. Það er rátt. Viltu fá dæmi? Já, er þetta ekki sjaldséðir hvítir hrafnar þegar þú sérði eitthvað sem þú sérði ekki oft, eða? Nei, ég verði eiginlega bara að gefa þér hár rétt fyrir þetta. Nei, hvað er það sem ég sagði? Nei, þú sagði það ekki. Ég sagði svona svipaða. Nei, hann sagði, og rétt svar er bara manneskja sem þú hefur ekki hitt lengi. Sjálfsögir hvítir hrafnar þegar þú veist eins og ég hitti Curly bara einu sinni í mánuði. Já, sjálfsögir hvítir hrafnar. Sjálfsögir. Þetta er með svona einhvers sem þú hittir svona á 3 mannafresti. Já. Heyri, þessi frasi er fyrir Guðjón. Jæja. Japl, jöml og föður. Japl, jöml og föður. Hvað þýðir það? Ríðabóðu bless. Nei. Nema í miðju japli. Nei, gefið eitt svona. En byrju, japl, jöml. Kemur. Og föður. Föður? Er þetta sama? Það var bara japl, jöml og föður á foreldrafundinum fyrir Sundmóti á Akranesi. Blaður. Ég skal gefa rétt. Takk. Til að hafa einhverja keppni inninni. Já. Hvaða liði varst þú líka með? Liði? Já, ég manna það ekki. Jú, ég er með Celebrity Off. Við þurfum að fara í það næst. Já. Þegar Curly kemur tilbaka. Ég segi ykkur. Við þurfum að, þetta er allt á hann. Þannig við þurfum að vera alltaf, fuck, þetta er ekki ég. Okay. Þannig að búið að spóila keppni fyrir okkur líka. Þetta er bara svona, fuck maður, ég tengi ekki á þetta, en þú. Já, næsta spurning. Hvað er? 1-1, það eru 2 spurningar eftir. Lítill fugl sagði mér. Ding. Þetta er hérna, ég frétti einhver staðar en ég ætla ekki að segja þér hvar. Það er bara hárið hjá þér. Þáttu eru nú mjög létt. Bingo. Eins og druslan dregur. Já, Darri. Eins og druslan dregur. Eins og druslan dregur. Vil ég fá dæmi? Já. Þú keirir eins og amma. Keirðu skróðin eins og druslan dregur. Já. Það er bara keiri, já, ok. Ding. Að maxa kveikindi. Það er bara hárið hjá þér. Já, ég rústaði svona. Eins og druslan dregur. Frasakóngur. Eins og druslan dregur. Curly, þú vext ekki að vera með. Það er að segja, FM. Ég fá viljandi útskuð, þetta er ekkert að pissa. Heyrðu, ég var að fara í Celebrity. Já. Celebrity Offið. Hvað er fjandunum með það og hvernig virkar það? Ég er mjög hrættur við það. Þetta er svona keppni á okkur alla. Ok. Ég ætla að byrja þessa keppni á að taka hérna mynd. Taka mynd? Taka mynd á okkur strákunum hérna í 05. Ó nei. Þessi var góð. Heldur betur. Frábær. Vá, þessi er fucking góð. Ég ætla að setja hana á... Ég sendi þið myndina svo getur sett hana á skjáin. Núna? Nei, bara þegar þú klippir þetta. Já. Þú getur sett myndina á skjáin þegar ég tek myndina. Ok. Herðu, ég ætla að setja eitthvað celebrity lag. Celebrity lag? Já, eitthvað lag svona God damn, that's a celebrity. Og ég ætla að kynna einn keppendur. Hérna eru við með Ólaf Jóhann, TikTok drengin fræga. Hvað er svona eitthvað hljóð sem þú gerir? Já, Við erum engan annar heldur en Darra, a.k.a. Háska. Hvert ertu að fara? Við erum eignir með engan... Lag eftir þig. Takk fyrir, takk. Nice. Þriðji og... Er það bara koppir þetta mig? Nei. Síðastur en ekki sístur, Tiny little goddamn curly boy. Velkomin strákar. Takk fyrir það. Þá er komið að fyrsta skipti... Akkur þið með sólglerun? Þú ekki að skipta það? Já, þetta er að skipta það þessu. Fyrsta spurning af Celebrity Off. Hvað er þetta margar spurningar? 6. Ok. Hefur þú gengið bæinn og fólk horfir á þig og það ræður ekki við svo og segir Jesus, þessi curly maður, djöfulsins limur? Nei, ég hef ekki lendið því. Það hefur ekki. Ég hef ekki lendið í, nei. Ekki heldur.
Þú veist einu okkur sem er með krullur sko, heyrðu ekki spurninguna? Já, ég lendi Spurning 2 Kringlan er verslunarmiðstöð Verslunarmiðstöður Ég ætla að fá mér sopa Ekkert stress Kringlan er verslunarmiðstöð Verslunarmiðstöðar eru eins og orðið gefur til kynna er fyrirbæri miðstöð verslunar þar sem fjöldinn allur er af alls konar búðum þar sem hægt er að fara milli þeirra án neins vesens á höfuðborgarsvæðinu eru 2 megin verslunarmiðstöðar þar sem er að segja Smáralindin og Kringlan svo fyrri staðsett í Kópavogi og svo seinni á jaðri Reykjavíks Hefur þú gengið verslunarmiðstöð og fólk lappar eftir þér með myndavél og segir þessi Arnar Gauti, mikið djöfull er það mikið CD, helvítis limur, anskotnin Nei, ég hef ekki lendið því, Darri hefur lendið því Nei Curly Á, ég hafa lendið því, já Ég er bara með spurninga hérna í það Svo nákvæmt eitthvað Þetta er eitthvað Mér eins og er komin í Gettu betur Djöfull er það mikið helvítis CD, djöfull þessi limur er þetta anskottin CD Celebrity Dick Já, það er svoleiðis Akkur ertu ekki CD bolluinum? Ég kom inn hún síðast Já Kom inn hún aftur Já, ég lendi því Spurning 3, hefur kvenmaður sagt við því Jæja, Curly, limaðu mig upp Nei Jæja, drengur, limaðu þetta helvíti upp Helvítis limurðinn Nei, það hefur ekki sagt við mig Það hefur þetta sagt við þig Ekki þig að vita stróka það Spurning 4 Það er gott að vera Það getur ekki sem lesið þetta sko Það er gott að vera með rútínu Hefur það verið þinni rútínu að þú heyrir fólki í kringu því hvísla á milli sín Djöfullin hafið það Sjáu þið 44 miljón likes lappandi Allir frá, það er alvöru limur á leið Gerður þið bara your research Það er alvöru limur á leið Það er Unga fólki kalla þetta lál Limur, L-A-L, limur á leið Hann gerði research, það eru 44,3 M likes Spurning, já, hafið þið tengið við þetta? Nei, hvað er ég? Djöfullin hafið það Limaðu mig upp Ég er bara með hana, hvað, 6,4 Já, veistu ná þessu Samtalið Það er bara með segja, ég held ég með segja svona 7 Bara 6,4 likes sko Spurning 5 Rugglast fólk stundum á þér og gangandi lim Ég kannast ekki þar Nei, ég kannast ekki við það Darri? Gangandi lim Þannig er hann bara gangandi limur Nei Curly? Glóður svona á mig Nei, ég veit það ekki maður Síðasta spurningin í Celebrity Off Það er hérna 4-0-0 Spurning 6 Þegar þú lappar inn í partí segir fólk uppátt Jújú Bara Lil Curly að mæta eins og ekkert sé Því líkur djöfulsins fucking limur Nei, ég hef ekki lendið því En Darri, hefur lendið? Nei, ég hef ekki Nei, Curly? Jú, þú eru alltaf lendi Það er ekki kallað mig Lil Curly á þau, sko Jújú, bara Lil Curly að mæta eins og ekkert sé Því líkur djöfulsins limur maður Curly hefur lendið í þessu Hefur lendið í þessu 5-0 fyrir mig þá 5-0 Yes, man Árið ég bara búin í dag Flottur Takk fyrir mig, árið mitt innskot eða bara búið í dag Þetta var mjög flott hjá þér Er þú sigurveri? Takk maður Þú er bara búin að rústa þessu í dag maður Celebrity Hann er the main celebrity á okkur öllum minna Þú reyndar ekki á topplistanum á Spotify sko Hörru, nei, reyndar ekki Nei Það voru bara að taka þákottan Heyrðu, við ætlum að fara í Við ætlum að fara í Brain Freeze Og það kemur Herru, það er komið að því Brain Freeze Hér hjá Ólafi á hjóli Þið þurfum eiginlega að setja headset á okkur núna Ég verð smá kvíði þegar Ég er tilbúin í það byrja svona leikir sko Ég má sem ekki tapar Skipta það Já, skiptum Allt í fokkiðina sko Við erum ready, við erum hinum einn Herru, við erum góðið bara Já, við þurfum aðeins að tala Við getum bara að byrja þetta Gleðins aður Hvernig ertu? Það er að feskur en sjálfur Alltaf á kantinu bara Alltaf á kantinu Er ekki menn bara á kantinu með það? Það fara einhverjum á punktnum Jú, svo leiðis Það er bara svo leiðis Heyru, Pappi þetta mammaðinn og svona Já Við ætlum allir að keppi í þessu Mér skamna að vera með Já, vertu með Og þetta eru nokkra spurningar hérna Jæja Og við ætlum að byrja Óla, situr þú fallega? Tegnarlega Þetta var ekki mjög fallið sko, það var undir borðið Heyri Ég ætla líka að vera svona tignalegur Ok Heyri tónlistina? Já, ég heyri tónlistina Það er ekki tónlistin, ok Fix the posture Alright Það er að gera allir sko Hver gangi hérna Hver vil byrja? Ég vil byrja Núna vil ég setja ykkur í stellingar og taka þessu graf alvarlega Ok Alright Já Í velun er kassi af Happy Hydrate Yeah Það er svo leiðis Alvöru vinningur hérna Nice Alright
Eru þið tilbúinir? Já. Ég er tilbúinn. Þið fatti hvernig það virkar. Já. Ég ætla að byrja þetta. Alright? Hlutir sem þú finnur á þjóðhátíð og ég ætla að segja tjald. Tjaldhæll. Besta fucking partíð. Áfengi. Fólk. Pollabuxur. Svið. Sjálfstraust. Tár. Tónlist. Reyktur lundi. Sviti. Pizzasneið. Gítar. Hamborgari með frönskum og koktelsósu. Hafrakeks. Flugeldar. Gælir. Í volgurbjór. Brekku. Gras. Gaurar. Kók. Fanta. Coke Zero. Tjaldstól. Happy Hydrate. Svið. Svið. Já. Ég var búin að segja það. Hann búin að segja Takk fyrir. Takk fyrir. Curly er komið punkt. Þetta var aldrei að fara að klára. Nei. Ég held að Við hefum þetta verið þetta í sko. Þetta er það víðasta hugtak sem hægt er að taka. Ég fíla á að tekið Dammit. Ha? Ég elska að hafa tekið Dammit. Tók ég Dammit það? Dammit. Já, fuck it, bringing it back sko. Dammit. Þú byrjar núna. Ok. Alright. Ok, hvað er maður? Íslenskt tónlistarfólk. Birnir. Háski. Aron Kahn. Lil Curly. Flóni. Fuck, ég ætla að segja Guðjón Smári. Vibe. Fuck off. Ég ætla að segja Vibe og Guðjón Smári í röð og þið tóku bæði frá með maður. Shit, heyrðu, þetta var ekki lengi gert. Ég er ekki skammar hérna. Hún greins. Guðjón, þú fara að byrja hana núna. Jæja. Þið er ennþá ég og Curly erum eiginlega bara að skýta á okkur hana. Við erum með þetta. Hlutir sem passa ekki inn í skáp. Ískáp. Sem passa ekki inn í ískáp. Annar ískápur. Sofi. Rúm. Stóll. Bíllinn minn. Háski. Bíllinn hans Arnars, skauta. Æ, fuck. Nei. Ætlaði þú líka að segja það? Nei maður. Ég bara Ég fekk brain freeze. Já, fuck. Er ég að fara að taka með mig kassa af Happy Hydrate heim með það? Það er spurning eftir, ef þú tapar þessu núna. Já, þá gera það enginn. Þetta er senast það? Þetta er senast það, það voru bara 4 spurningar, þau eru með 4. Þannig að ef að Guðjón Smári tapar núna, þá þarf ég að koma einhverja rosalega sniðuga bónusspurningu á endanum. Þú byrjar núna. Og þetta er, núna þurfum við að hugsa. Nú þurfum við að hugsa. Ég ætla að koma með einhvern blokk. Þú segir eitthvað orð. Og ég þarf að segja, orðið sem ég mun segja þarf að byrja á stafnum sem þitt orð endar á. Skilurðu? Baby. Eins og ég myndi segja lönd og ég myndi segja D. Það er segja land sem byrjar á D. Eins og ég myndi segja Ísland, það endar á D. Hvaða land byrjar á D? Já, land, er þetta lönd? Nei, við erum ekki á lönd. Við erum ekki á lönd. Bara orð? Nei, við ætlum að hafa nöfn. Curly, ég má bara nefna hvaða nafn sem er. Bara hvaða nafn? Helst í dag. Tinna. Anna. Aron. Nikulás. Sigrún. Nonni. Indri. Ingimar. Ragnar. Rebecca. Andri. Ingimar. Þú ert búin að segja Það ég sagði Indrið á hann. Nei, hann sagði Þetta grín. Ok, nú er ég með pælingu. Nú eru allir 4 búin að skýta. Já. Er það ekki þá bara bráðabanni? Við byrjum og sá sem er síðust. Og ef þú nærði ekki, þá dettur bara út. Jó, flott, gerir það. Það er flott. Eitthvað með eitthvað erfitt. Ok, bara nákvæmlega sem við erum að gera núna nema lönd. Ok? Já, herðu, það er alltaf erfitt. Herðu, við erum hérna. En að taka bara skilu drikkir að bílategundi eitthvað hannig. Ég er umur í landafræði sko. Ég er þetta ríkalegur í landafræði. Viltu sjá hvað stendur hérna líka? Ég held þeir eru lélegu flokkur. Tökum hann. Drikkir, ok? Ég ætla að byrja hérna. Ok, Coca-Cola. Pepsi. Já, bara drikkir yfir höfuð. Já, mojito. Fanta. Coca-Cola Zero. Apple juice. Bomba. Fanta Zero. Apple juice. Nocco. Mountain Dew. Pina Colada. Celsius. Monster. Collab. Happy Hydrate. Red Bull. Vatn. Sódavatn. Celsius. Ég er búin að segja Celsius. Ok, höldum áfram. Já, höldum áfram. Mjólk. Kókamjólk. Já, þú segir nokkuð. Kaffi. Hvít kókamjólk. Jésús, ég er búinn hér. Ok. Te. Heitt kakó. Var ekki búið að segja það? Nei. Það var ekki búið að segja það. Þá ætla ég að segja Ég er the winner. Takk kærlega fyrir mig sko. Við erum með auka kassa hérna. Já, gjör svo vel hérna. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta hérna. Lokum minna kassanum að eftir. Ég get eða peppar að smakka þetta sko.
Þegar ég fekk hérna heilan kassa. Já. Líka bara, ég búin að vera, sko, heila þoka. Það ofþórun sem þú vendur því. Og þetta náttúrulega hydration drink. Ég mikill berjakall, sko. Það hljómaði miklu betri í hausnum mínum, sko. Þetta eins og brandarinn sem ég tók með Gumma Ben þarna fyrir viku síðan. Ég var að segja við hann að getur, sko, ég þarf að lesa fyrir ykkur. Þessi þáttu kemur á undan. Þessi þáttu kemur á undan? Já. Herði, ég fáum til okkar hérna Gumma Ben, ég ætla að segja við hann hvernig hægt að hérna. Þið sjáu það bara í þeim þætti. Já, hjálpa hann maður íbranda sig. Það var hræðilegt. Nei, það var geðveikt. Það var gott. Hérna, ef þú myndir vilja vera maður sem selur vefsíður, getur þú kallaði Gummi Lén. Ekki galið, Ekki galið, sko. Ekki léleg hugmynd. Mér langar að taka ykkur í eitthvað símat. Já, veistu, ég til. Eru þið til, já? Já. Þú eru báðir að taka símat. Blaska Steinn bara, hver tegur það? Ég er ógeðslega Blafskæri Steinn. Guðjón, getur þú náði í símat sjólið? Já, ég get það. En að gera símat, hringja í just Nings og hana Vokun. Akkurru? Bara skilur, eða pizzan og Dominos, panta pizzu. Láta línur smetla saman. Akkurat. Já, það reyndar alvöru hugmynd. Mér finnst það Guðsins lemur. Trúið þess ekki maður. Tengja línur. Það fyndnast að sétt. Ég er í bífi við pizzuna, mér langar ekki alveg að hringja þangað. Ég skal segja það sérna. Þá getur þú heyrt hvað er léleg þjónustæðana. Já. Það er, mér langar eiginlega að Skulda öðru peninga. Já. Mér langar að frekar að hringja bara í einhverja mannesku. Hvað er hjólið? Og ég að snúa? Já, Curly, þetta er símanshjólið. Ok, ég snýði þessu, ready það? Já. Og þú ert að fara, þetta er svona tegund að síma, þú ert að fara að selja eitthvað. Selja? Yes. Ég segi að þú hringir núna í einhvern bónda og þú ert að selja Happy Hydrate. Ok. Jöfull þetta þessandi. En akkur bónda? Ég veit ekki, mér datt bara í hug bóndi, sko. Ég er með smá reglu, sko, þegar ég gerir síma. Sérstaklega, sko, eitthvað svona töð. Ringja og selja eitthvað. Fólk í dag, það bara skellir á. En bændur og sjómenn, þeir hanga alltaf á línunni. Hvað meinaru? Hvað er þetta? Þeir skella aldrei á. En ég ringi alltaf við þá, sko. Já, meinar, þeir fá ekkert mikið að símtölu kannski. Nei, þú veist, ef þú ringir í bónda, hann er bara, býtu, hvað meinaru? Hann sækist í að vera pirraður líka. Það er fyndið. Þetta er hann Aðalsteinn bóndi. Aðalsteinn bóndi og hann býr á Húsavík. Kom það inn, hann heyrir í mér. Já. Kvíslarhóli. Kvíslarhóli. Heyrðu það á Kvíslarhóli. Það er að kvísla allt, ég var svo að tala. Nei, hún er að kvísla. Segja svo hann búið að kvísla okkur. Þá skellar hann á mig, sko. Þú veist að selja Happy Hydrate. Svona gerist það, við gerum heilan þátt símat og það svara enginn okkur helmingin á þáttinum. Hann er örugglega eitthvað að bóndast eitthvað. Hann er okkur skít. Ertu við með nafn? Ég ætla að gera bara bóndigauti. En kona, ég held að sé öllur hún að selja konu þetta, sko. Ok, hvað er með nafn? Sigrún bóndi. Sigrún er grínnafni mitt, alltaf ef ég ringi eitthvað, sko. Já, það er alltaf Sigrún. Wow. Great minds think alike, sko. Það er bara ein kona sem heitir Sigrún og er bóndi og hún er með fax. Já, sælir, þá veistu að þetta er alveg, sko. Þetta er gamli, sko. Þá veistu alveg, sko. Sigrún bóndi á Selfossi, rétt hjá Selfossi. Elskar að hringi í gamla skólan. Þú ætlar að selja henni Happy Hydrate. Hydration. Það er þetta áskrift af Happy Hydrate. Já. Og hvað kostar í alveg eitt kassi svona? 2000 skall. Ok, seldi henni á 4. Gjöfin ekki gjald. Þannig er ekki að svara okkur, er þetta eitthvað sæna? Hvað er það, Áslaug? Nei, Sigrún. Er allir bóndar að bóndast úti eða? Er þetta Sigrún bóndi? Já, nú er þetta Guðleif. Wow. Ég veit ekki hvort ég geti selt henni, sko. Guðleif. Þannig er ekki að svara okkur, þessi býr á Þúfnavöllum á Akureyri. Hvað svo er Guðleif? Guðleif. Ok. Sko, ef enginn er að fara að svara okkur nú þriðja símtalið rauð, þá verður að... Já, halló. Já, góðan daginn, er þetta Guðleif? Já. Sæl Guðleif, ég hringi hérna Arnar frá Læknavaktinni. Ég sem sagt sá á skýrslinu okkar og búin að vera veik svolítið mikið undanfarið. Og ég ætlaði bara ákveða að hringja hann síðu og spjalla hvort þú vildir ekki fá svona, við erum semst komið nýtt til okkar núna svona duft sem að setur í vatn og svaka holt fyrir mann og það er með alla skammt á D-vitamínu og C-vitamínu og svona fyrir ónæmiskerfið. Hefur einhvern áhuga á þessu? Já, læknarnir eru bara búin að vera að mæla með þessu og þeir bara báðu mig að hringja í þig og nefna þetta við þig.
Ég held ég sé ekki búin að vera veik. Þannig að sé. Nei, við fórum bara við skýrsluna einn og það var svolítið mikið veikindi og það hentar akkurat fyrir þessi veikindi hjá þér. Nú ég... Ég get bara skráð þetta á því og þú sækir þetta næst bara þegar þú ferði í apótekið. Þetta verður bara á þínu nafni. Ekkert mál. Og hvað það, segir þau? Þetta svona duft bara sem þú setur í vatn með öllum vítamínum og næringarefnum sem þú þarft í rauninni. Þetta er bara svona gott ef maður er komin á aldur og veist hvað ég meina. En sko, ertu að tala við rétta mannesku? Já, er þetta ekki Guðlaug? Guðleif segir. Guðleif heiti ég. Já, Guðleif, einmitt. Sigrún Jóhannesdóttir. Bingo, það passar. Það passar. Ég kannast svona ekkert við það að ég hef verið búin að vera lasinni. Anna kaupa 10 stykki á 100 ára. Já, ég er með 10 stykki fyrir hann. Ég skal bara skrá þetta á þig og þetta kostar sitt en þú verður alveg frábær. Þetta er 100 skall og þú bara verður alveg æðisleg út árið. Þetta er bara sem að fá næringu æð nema og drekkur þetta. Nei takk, ég tek ekki þátt í þessu. Ok, ekkert mál, ég skráti bara á þig og þú sækir þetta á næsta útibúi. Takk fyrir Guðleif, við heyrumst. Já. Já, við erum bandi. Hún var bara að gera daginn hennar sko. Þú var bara vel í það. Þetta var líka bara byrjar á læknavaktin við vorum að skoða skýrsluna. Þetta er ekkert eðlilega sketsi sko. Ég þarf að ná henni inn sko. Já, það er nefnilega líkillinn sko. Ná fólki fyrst inn, þá getur maður bullað. Hefði sagt bara Arnarinn er að selja þér eitthvað? Nei, fokka þér. Það er samt verið fyndnara sko. Ég ætla að Pass. Nei, ég er ekki að passa sko. Jesus, ég er eitthvað sæna og átt ekki að ég er ekki að fara að gera símað sko. Panta hvað? Ég veit það ekki. Panta? Mér finnst þetta af því að Curly var að selja. Mér finnst þetta að fara í svona seljumót. Þú ert að selja eitthvað. Já, ég skal selja eitthvað. Hvað er að selja? Hvað er hann að selja? Á ég að selja inn í hugmynd? Já, business hugmynd. Þú selja með business hugmynd. Frænda, við erum sem sammeila frænda og maður stættir einar ekki. Já. Nei, maður stættir hann að við erum sammeila frænda og hittum hann saman hann og byrjar hann að fá nafn fyrir þig. Já, ég veit kannski hvað hann er. Bolungavík. En hvaða hugmynd er að selja henni? Það er þitt að finna út. Það er þitt að finna út. Einhverja rándýra business hugmynd. Já, herðu, ég er ekki með neitt í huga svo. Já, þú verður bara að finna eitthvað út. Mér skal þetta eitthvað hug. Þetta er hann Guðjón. Herðu nafni? Heldur betur. Guðjón og hann er sjómaður. Hann er örugglega bara út á sjó núna. Hann er ekki að svara í síman. Hann var karakter. Þú ert að fara að selja honum. Hvað er málið með fólk? Það nennir enginn að svara okkur í dag. Já, Guðjón. Hvaðan er hann? Hringjum bara einhvern annan Guðjón. Þessi gæi er ekki að svara okkur. Paldi, við erum búin að hringja einhver 5 símtöl og það er ein manneskja búin að svara. En þú voru að segja mig hvaðan hann er? Selfossi, þessi. Já. Ég er vel liðinn þar sko. Ég er vel liðinn á Selfossi. Er hann sjómaður líka? Já. Sjómennin er bara ekkert að svara manni. Þeir eru náttúrulega bara út á sjó núna að vinna. Duglegi menn. Við líka. Guðjón. Er það Guðjón? Já, Guðjón. Þetta er ekki að virka hjá okkur. Það eru sko Guðjón bóndi. Það er ekki bara betra. Já, flott. Ég elska bændur maður. Hvaða sýslu er hann í? Strandahöfn 2 á Hafnarfirði. Nei, þetta er eitthvað Hafnarfirði? Nei, þessi er ekki. Það var ekki mikið farsíma sko. Það er ángríns. Ég ítt á sama manneskina. Þessi hérna. Já, Guðjón bóndi á Egilsstöðum. Á Egilsstöðum. Pínulítill bær rétt fyrir utan Akureyri. Það er bara, ég áttur að fá svona 10 missed calls og eftir bara á random númur. Það varst að ringi mig vinnur. Það ringi. Halló? Já, Guðjón. Já. Já, blessaður, þetta er hérna Örvar. Ertu ekki frá hérna Egilsstöðum? Ég er ekki frá Egilsstöðum. Ekki frá, en þú býrð þar. Ég er rétt hjá Egilsstöðum. Já, þarna í sýslunni. Hérna, það er nú ekki ástæðulausu í hringi. Ég var nefnilega að selja svolítið góða hugmynd hérna. Ég var að tala við hann Einar, eða Bjössa, eða Jón. Og hérna, og þeir sögðu mér endilega að hafa samband við þig. Nú? Já, þetta er einhver pælingi uppsiglingu. Guðjón, ertu þarna? Ég er þarna, já. Má ég kalla þig Gauji? Bara eins og þú vilt. Ok, pælingin er sko, þetta væri svona eins og heildsala. Nema, þú veist,
búin að svipa á svona good shit heildsala sem bara með ótrúlustu hlutum. Já, ég nú ekki mikið í svoleiðis í dag, sko. Gauji, þetta inn í vinslu, sko, við erum ekkert með bankareikningin opinn, við erum að selja drastlið svona sem þú kastar upp í loftið, svo þegar það kemur niður þá svona með ljósi. Já. Seldanum hlut í fyrirtækinin á 50 skall eitthvað. Við erum að selja fyrsta hluta núna, sko, við erum ekkert að tala um peninga eitthvað strax, þetta einhver eitt hluti þú veist, einhver 39 skall og við erum að henda út svona 20 hlutum á sinn, sko. Hvernig líst þér á þetta, Guði? Ég held að ég hefi ekki á það fyrir þessu vinnur. En heyrðu, fyrst en að öðru, þá hringi ég líka frá kredit.is og ég sé varst þú að panta þér posakerfi? Varst að panta uppfærslu á posakerfi? Nei, ég tek eftir því, þetta eitthvað vitleysa þú ert ekki með posa. Þetta eitthvað annars, sko. Nei, þú ert ekki með posa. Nei, ég ekki með neitt svo. Nei, ég sé ég er að hringja fyrir utan kerfisbundin tölvuna og þannig mál með vexti að það kom eitthvað rugl upp í kerfinu. Það búið að senda til þín mann í uppfærsluna en svona afskráningagjaldið alveg 76.000 og áður það fyrir einhverja innheimtu og eitthvað rugl mætti nokkuð biðja aðeins að hingra á línunni í það senda þið yfir svo við náum að leysa þetta svo þú þurfi ekki að fara að borga eitthvað auka gjald. En þetta bara einhver annar maður. Já, ég segi það, en svo þú lendir ekki einhverjum slæmur reikning svo við getum bara klárað þetta núna. Viltu hangra á línu bara í 2 sekúndur? Já, augnablik. Yeah, I had this little bad thing, something like them tens. She gave a nigga mad brain, something like the... Nei! Ég ætla að mér langar svo komin og já, góðan og blessaðan daginn. Sigur hún í sölutekina? Mér var svo fyndið að hann ángríns bara hjekka á línunni. En pæli að trúa því síma að þið búið svo bara, herðu, allavega, ég hringi þetta frá greiðslutengu bara. Men það sem ég skeit, ég glemdi að ég ítti á mute og þá slöktist á laginu. Það mín skylda, sko, ég fatt það ekki. En þú varst ekki eðla góður í þessu. Já, djúvel, tók ég þetta bara. Shit, þetta í alvörni. Ég svona... Ef þú hringir bara í frænkuðina. Ef þú hringir bara ykkur á frænkuðina, ok. Getum við gert eitt bara? Getum við látið bara Háskar hringja í mömmu og kynnt fyrir hennar nýja laginu sínu? Mömmu þína? Já, kynna fyrir hennar nýja lagið. Já. Bara hægir að kynna lagið mitt, viltu hlusta á Spotify hérna? Já, mamma líka, sko, hún kann að með þetta gott riss. Það ekki að vera með headphone eða? Jú, helst. Bara, þú veist að segja að... Það er að selja þetta lag. Já, bara hæ, ég heiti Darri og... Tónlistamæður. Upprennandi tónlistamæður. Sigurlína. Alveg nafn, sko. Er mamma henni í vinnunni, eða? Það veit ég ekki. Eldur þú ekki svona með vinnu? Svar, akkur... Halló? Já, sæl, það er Sigurlína. Já. Já, sæl, Háski heiti ég, tónlistamæður og ég er svona að hringja í fólk bara til að segja þeim frá og ég var að gefa nýtt lag fyrir 2 vikum með Pretty Boy Choco. Já. Þetta er nýjasta lagið og hef verið að fá mjög góðar viðtökur og ertu kannski búin að heyra lagið það? Nei, ég held ekki. Er þetta eitthvað í gegnum Guðjónsmála að vera að hringja í mig núna eða? Guðjón? Nei. Nei, ok. Nei, ég er bara að taka stöðun á fólki í landinu. Maður er svona alltaf að reyna að koma sér á framfæri og svona fá fólk til að hlusta og ég er bara, þú veist, fyrst á listanum sko, ég er bara með svona lista frá ég reynda fekk listan frá FNIV7 eða sem sagt sín, þannig og þú varst efst á listan, það geti verið, ég veit ekki, er hann að vinna þar eða? Já, reynda. Já, ok, já, og ég fekk nefnilega svona hlustendalista frá frá sín og ég svona hringja bara svona og beða fólk bara að hlusta á lagið og mögulega bara gefa manni feedback og svona kannski hringi tilbaka og segja ef lagið var gott eða eitthvað svoleiðis. Þannig að bara endilega, þetta er með þú veist hvað Pretty Boy Choco er það ekki? Jú. Já, það er hann er með mér á laginu sko og lagið heitir Hvert ert að fara? Heyrðu kannski í því eða? Hvað segirðu? Heyrðu í laginu kannski eða? Já. Hljómar þetta ekki bara ágætlega?
Hvað þýru? Ég sko hafði ekkert alveg að marka, ég í Herjólfi og leiðinu bara land. Já, ok Þetta sérst nýjasta lagið mitt og Já, til hamingju með það. Já, það eru takk kjalla og endilega bara deildu með vinum og vandamönnum og svona. Já, ok. Það bara aldrei að vita að mér gera það. Herru, takk kjalla fyrir það og bara segja öllum að hlusta líka. Já, ger það. Já, sæl og blessuð Sigurlína mín. Ég vissi þetta. Já, þú það er nefnilega ekki hægt að bulli mömmu lengur sko, bara strax og einhver hringir það bara, já, góðan daginn, þetta frá Guðjóni Smára? Þú ert í beinni útsendingu í hlaðarpinu Ólafur á hjóli. Heitir ekki Óli Ólafur á hjóli, er eitthvað sem þú vilt koma á leið til landsmanna? Herði bara, allir að vera góðir og dælir og bara njóta. Já, eitt að lokum. Hélt Guðni til há fram hjá konunni? Hvað segirðu? Hvað segirðu? Hélt Guðni til há fram hjá konunni? Nei, við heyrumst. Heyrum, bæ. Takk Sigurlína. Mamma er þess. Ég elska mömmu, hún er algjör snúðu sko. Hún er skemmtileg. Þú náðu samt alveg að ensa selja þetta sko. Er það málega? Henni fannst það næst sko. Ég fór í eitthvað svona. Fórst í sölumanninn sko. Já. Ég hefði viljað fá meira sko, hvort dopplan að setja í story og kannski sína vinn sínum. Já, ég var ekki alveg viss hvað kaupa lagið á iTunes. Þetta gerist rætt sko. Tjúm var það Ég sé hérna, ég er í frest, ekki alveg búin að ég getur gett það með á línunni. Það var allir að gera það núna. Bara núna. Þið geta ekki hent mér eitthvað handritslaus. Ég held sér fyrsta símandi mín 20 Já, það er málið. Nei, ok, ekki alveg. Óli, vilt þú kannski ekki pappa eða? Hann er ekki að mikill humorist í símaðutum, hann selta bara fólki að halda kjafti sko. Já, ég skal selja honum eitthvað. Já, selta honum hérna. Selta honum eitthvað svona heitapott. Eitthvað hluti segðu sér með podcast fyrirtæki og þið vantir 500 skall til þess að starta kennitölinni. Það er allir byrjan podcast, þú veist það alveg. Þannig að það sem ég er með sko, ég á stúdíó, ég get gefið þér bara helmingin í því, skilurðu. Ef þú borgar upp hennar front þetta og við græjum allan búnaðinn. Okay, hafðu það bak við hann á fyrirtæki Vestmanni sem heitir Straumur spurðu hvort að það geti færst yfir í eitthvað svona podcast. Straumur er sko efnalög. Hvað er efnalög? Er ekki svona þvottastuð? Þjóföt, ok. Loka því, opna podcast út. Ekki til að færa ykkur yfir í hérna podcastleikin. Hvað heitir hann, segir þú? Smári. Halló? Smári? Það er vist ég. Það er vist þú. Gott að heyra, þá er ég á réttu manni. Gunnar heiti ég og ég er líka frá Vestmannum. Já, og við vestmenningarnir stendum náttúrulega alltaf saman, eiga pjesanir sko. Já. Og ég frétti sko frá honum Baldvini. Baldvin mældi með þér. Sem sagt, ég er að byrja með nýtt fyrirtæki, svona podcast fyrirtæki. Og þú veist að náttúrulega annað hver landsmaður í dag er með podcast en mér vantar smá upp á til að búa til kennitölu. Ég á stúdíó, ég á mæka, ég á græjur, ég á headset, ég á myndavélar, ég á allan pakka. Mér vantar bara smá upp á fyrir kennitöluna. Ég skilur ekki. Þú skilur mig ekki? Nei, ég sem sagt ég er að leita eiga pjössu minna til að kaupa hlut í fyrirtækinu mínu og í staðinn fá þau að nota podcaststúdíóið mitt. Hvenær séu vilja? Fyrir utan mig, hvað segir þau? Ég er vittlustasti maður sem þú hlýttir í út af þessu. Ég er ekki einu sem í podcasti eða neitt. Nei, þá ættur að byrja að hlusta á podcastið mitt, Gunnar á Hlíðarenda. Og, nei sko, podcaststúdíóið, það heitir ekki bara hvaða nafni sem er. Veistu hvað stúdíóið mitt heitir? Heimaklettur. Hvað segir þau? Þetta er heimaklettur. Nei, þetta er Straumsklettur. Þú varst helviti nálægt í því ég veit að Baldvin sagði sko þú átti eitthvað straum hana. Og ég á mér nú fattar ég það. Og ég á mér draum. Og ég væri til að fá smá straum frá mínum draum frá þér 500 skall og þú ert hlutafi. Nú fattar ég þetta saman. Ha? Það er Guðjón Smári baku þetta er svona prank call. Ég fattaði þetta maður. Þú varst alveg með þetta hana. Og ég er svo ánægður að hafa ekki verið reiður. Ég verð svo reiður ef það er að fýtast í mig. Á ég að segja þeim frá því hérna þegar ég hringdi með appinu, en munið eftir appinu maður setti svona símanúmer og sendi svona handrit. Já.
Já, ég sendi það á pappa og einhvern tímann þá hérna svo ég hlusta á þetta, þá pappi bara hey, fuck you, shut the fuck up og ég bara, Sagði ég? Þú sagði, ég sendi svona handrit, þá hringi bara einhverju svona hello, þú veist, ekkert alvöru manneskja, bara upptaka og sagði eitthvað svona og var ég alveg brjálaður? Já, þú sagði eitthvað svona og klippan var hérna, já, þú klestur á bílið minn og skulda pening, þú varst bara fucka þú þér þarna Þú ert aðeins svo stiktur ef þetta hefur verið aðeins svona nálægt raunveruleikanum og þá hefur ekki þetta plata fólk, þetta var svona aðeins Nákvæmlega Guðjón, komdu með betri hugmyndir en það Já, sammála. Takk fyrir þetta einskot hér í hlaðvarpinu Ólafur og Hjóli Við verðum í bandi kallið minn Ok, bye Alltaf Ólafur og Hjóli Alltaf Ólafur og Hjóli Hann ætlar ekki að sleppa, það er alltaf læg Eru með einhver loka skilabóðstrákar? Loka skilabóð Þú voru að pakka þér þáttur sko Þetta var dásamlega þáttur Mjög mikið að gera Gaman og gleði, góð menn Þú varst með loka skilabóð, það sem byrjaði á Plugga kallinum Það sem ég byrjaði á Hvað byrjaði aftur á? Góð húð og okkar Já, bara postaði hérna vídeónu Postaði læginum Þetta er hérna félagi minn Aron Kristinn er búin að vera frábær á TikTok Hann á hróskilið Já, ég er búin að followa sko Og hérna bara postaði vídeónu og gerðum lægið og hérna og sendi skilabóðin líka og hérna annars plata incoming að þér og leti Já Sælir Fáum við exclusive hvenær kemur hún? Hvenær plata kemur? Já Ég veit það ekki maður Á þessu ári? Já Sumar Fyrir sumari Fyrir þjóðatíð Sko, málið það, mér langar ekki að segja þetta það segja allir eitthvað, ný tónlistarleiðinni eitthvað, ég var að gefa lag eitthvað, það er nýtt að meira, það er meira leiðinni maður það er fucking miklu meira leiðinni, skilur bara kallinn er að fara að sigra, þú veist ég er bara að gera tónlist, alltaf fullt á leiðinni. Hvenær er næsta lag? Stutt í það hérna, já, ég er að fara að klára lag á morgun Veisla, með hverjum? Ingimari Já, geitin Já, við erum að klára lag og hérna, svo á ég fullt af lögum ég er búin að vera, ég enda bara þú veist, þetta er bara það sem ég geri skilur. Búin að vera cooking sko Já Heldur betur Gang en ég er ekki að gera lítið úr mönnum sem segja að fara að gjóða þetta, ég er bara þreyttur á frasan mér langar ekki að segja Þetta er klísjulegasti frasi Þetta er eitthvað klísjulegasti frasi Meira á leiðinni Já, þú veist, en það notið þetta allir að þú veist, hvað er nátt að segja hvað er nátt að segja Nákvæmlega Þú veist, plata á leiðinni, skilur, það er plata á leiðinni Fair play Það er einhver manneska sem við hringdum á hann búin að ringja núna Þú er að ringja 12 númer sko, þú ert að fara að eiga geðveitt kvöld sko Já, endalaustina Er einhver loka skilabóð Curly? Já maður, nýtt stöf á leiðinni og ný plata Stay tuned sko, það verður rosalegt sumar Stay tuned, við endum þetta á Hlustum að sjálfsögða á grjótið á laugardögum milli 12 og 4 á FM 957 sem er einnig á Vísi og podcast appanum. Takk fyrir. Heldur betur, takk hérlega fyrir að hlusta í dag. Takk strákar fyrir að koma. Takk fyrir. Og bless í dag. Bye.